Já, nú ætlum við að ræða mál sem að við höfum rætt víða bæinn, margir rætt þetta. Það eru geðlyfjanotkun barna. Hvað er að gerast? Tilefnið að við erum að ræða þetta núna er að Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, var að skrifa grein það sem að þú eiginlega segir að geðlyfjanotkun barna sé of mikil. Já, ég svona kannski held því fram. Já. Miða við önnur lönd og kannski líka af því að það er í rauninni ekkert upp á annað, það er ekki boðið upp á neitt annað. Við bjóðum bara upp á þessa lausn í rauninni, sko. En gaðra meðferð? Nei, hún er eiginlega hvergi. Sko. Þá spyrir maður, því að þú kannast við þessu umræðu, hún er búin að vera mjög lengi. Og eitt sem að menn segja að við séum að gefa út of mikið af lyfjum og þá segja sumir, nei, það eru hin löndir sem eru að gefa út lítið. Já, ég svona, þú veist, þegar ég hef rætt þetta nú við ýmsa og marga af þeim sem að kannski, það er samt ekki þannig, geðlæknar eru þetta ákveðnir fræðimenn og ákveðnir sumir vísindamenn að og eru með menntun og hafa sérhæft sig í þessu. Þó ég ætla ekki að segja að þeir séu endilega bestu aðræðin til að dæma allt, en ég hitt marga hins vegar geðlækna sem telja þetta bæði innlenda og erlenda sem telja að við séum að ávísa á mikið. Og það er kannski þegar maður skoðar hversu mikið meira við erum að gefa lyfjum og síðan að skoða hvernig aðrir hlutir eru í samfélaginu. Hvernig gengur okkur með að halda börnum í skólum, hvernig er brottfall úr framhaldsskólum, hvernig eru líðan barna í skólum, þá það sé kannski svolítið svona mat sem er erfitt að segja, er þetta, já en allavega það er sama, það er alltaf spurðar sömu spurningarnar og allar vísbendingar benda til þess að okkur gengur verr heldur en öðrum löndum. Og verr eftir því sem tíminn líður. Og þrátt fyrir að vera að gefa svona mikið af lyfjum og þrátt fyrir að hafa aukið þessi lyf svona mikið í rauninni, ef við tökum síðustu 10 ára, þá er ADHD-lyfjanotkun, hún hefur aukist 78% og 130% hjá stúlkum, róandi og svefnlyf hafa aukist 588% á þessum 10 árum og þunglyndislyfin 132%. Þannig að þetta eru 10 ár og sama tíma hefur líðan barna, allan svörun þeirra, til dæmis að 27% stúlkna í 10. bekk í grunnskólinu segja að það séu ánægð með líf sitt. Og þess vegna segi ég, sko, kannski erum við að gera allt rétt, en það er eitthvað annað þá líka sem er ekki að fylgja með sem og það er það sem ég vil að við stöldrum við. Við höfum svolítið talað þetta aukna vanlíðan barna og reynda fólks almennt við rauðaborðið og þá spyr ég alltaf sérfræðingana því, er þetta vegna þess að fólk á auðveldra með að viðurkenna vanlíðan sinni í dag heldur en áður? Og þeir segja, jú, það má vera, en þóttu takir allt það í burtu, þá er augljóst að það er eitthvað í gangi sem veldur því að fólki og einhverjum börnum líður verr í dag en áður. Það er óumdeilt. Þetta er alveg þetta er ekkert svona eitthvað einfalt og patent og eitthvað quick fix, en það er alveg ljóst að eitthvað er búið að breytast. Hvort komi, er það samfélagsmiðlar? Er það skjátími? Er það skortur og hreyfingu? Er það bara, þú veist, þessi neysla, þessi mikla neysluhyggja? Aukin einstaklingshyggja, minni félagsleg. Það eru aðilar sem benda einmitt á þetta, að okkur skorti að sko sérstaklega þessi, og ég veit að ég er auðvitað ekki að tala, I'm preaching to the choir, þegar ég segi að nýfrjálshyggjan hafi breytt í rauninni geðbransanum algjörlega. Þetta er orðið sko óheilbrigði svo markaðsvætt. Það er svo mikið peningur í óheilbrigði og það er hluti sem að má alveg taka inn til skoðunar. Ættu að segja það að lausnin á vanlíðan barna, að það eru ýmsa kosti. Sumir þeirra eru eiginlega ókeypis, sem er bara
Já. Já. En aðrir, við getum selt suma sem eru lyf til dæmis. Það er þannig. Áherslan er þá á því að selja lyfin af því að við erum bara í markaðsbúskapsþjóðfélagi. Ég verð að segja að ég tel að það sé hluti vandans. Og það er líka, ef við skoðum bara til dæmis þessa kulnun, bara við tökum fullorðið fólk, skoðum kulnun sem hefur verið mikið vandamál og þá er spurning, hvað er það sem veldur þessari kulnun og hvers vegna er svona mikil kulnun. Það sem hefur verið gert í samfélaginu er að velta þessu yfir einstaklingin, segja að þú þarft að við erum að hjálpa þér, þú þarf að leita þér aðstoðar og vinna í þér og losna við þessa kulnun eða vinna þér frá kulnunin eða fara á örorku eða fara eitthvað. En kannski ættum við að snúða svo alveg við, hvað vinnu erum við að vinna? Hvað er það sem fólk er að sækja? Mjög mikið, það kemur til dæmis í Bretlandi mjög margir sem segja, 2/3 sem segja að starfið sem þeir vinna er unni tilgangslaust. Og þeir eru upplifir þetta tilgangsleysi og þá er unni kannski komið borgaralögnhugmyndin, kannski er hún ekki svo galin, en þetta er svo mikið byggt á einstaklingurinn á að leita og leysa eitthvað, það er hann. En það sem að skorturinn er þessi þessi kollektífa hugsun sem að er svo mikilvæg. Einhvern tíma rættum við hér svona sem við kalla mætti félagslega lækningar og þá verða dæmis geti verið að einstæð móðir í Breiðholti með 2 börn sem er kvíðin og afkoma kvíðin sína, ef hún leitar eftir aðstoð þá fær hún kvíðastillandi lyf eða hún er bent á að fara á sjálfstyrkingarnámskeið þegar það augljóst að það eru félagslegar aðstæður hennar sem að valda og það var eiginlega mjög óeðlilegt ef henni líði vel í þeim aðstæðum sem að samfélagi býður hún upp á. Þetta er alveg rétt og þessi jaðarsetning fólks er svo mikil vandi og það er kannski þessna sem að eins og ég segi stundum, baráttumál foreldra ætti í rauninni ekki að vera leikskólapláss leið og barnið er orðið bara farið að skríða. Það ætti í rauninni að vera bara líf, að vera með afkvæmum sínum sem lengst og sem mest. Allavega hafa valkostur. Já, og geta byggt það upp þannig að það sé ekki, því að hjólið kallar svo mikið á, ég þarf að fara aftur á að vera hamstur og þá í rauninni og þeir sem eru fátakastir eru í vestri stöðunum hvað þetta varðar. Og það herði þetta líka í unga fólkinu sem var að mótmála niður í Ráðhúsi að þá sögðu sumir að við verðum að komast út á vinnumarkað. Já. Það við höfum bara skuldbindingar. Já, ég veit það. Það er þetta sem þetta ítir undir svo margt, þetta ítir undir ákveðið, það ítir undir bara vanlíðan hjá fólki því að það er samviskubit, það er streita, það er allt þetta sem fylgir þessu að þurfa að vera að hlaupa en líka og svo kom einhverju kallar eins og ég og segja það er ómikið ADHD-lyfjanótkun og þá fær fólki meira samviskubit og það er ekki það er ekki það sem allavega ég eða geðhjálp að predika að fólk að fá samviskubit og því það eru margir sem ættu og eiga að taka lyf. Þetta er erfiðleikar í þessari umræðu þegar málið er hort á það þá er eiginlega augljóst eins og þú stillir þessu að það sé verið að gefa út of mikið af lyfjum til barna. Í því felst ekki að gagnvart hverju barni fyrir sig að það eigi ekki að taka lyfin. Þetta er vandræðið í þessu því að oft eru viðbröðum þau að einhver segir að við erum ekki að gefa út helmingi og mikið af lyfjónum að þá kemur andmæli ykkur og segir hvað ætlar að taka að með lyfin og við náum eiginlega ekki að ræða þetta mál. Náum ekki að ræða og ítir undir fordóminn en ég held að það sé svona við verðum allavega að fara að staldra við og horfa hvað er það og líka bara svona horfa á hugmyndina hvernig við byggjum upp allt samfélagið, börn í skólum mjög orkumikil börn í skólastofu lengi og það er ekkert sem við gerum, það er ekkert sem við hugsum hvað getum við gert, það er ekkert svona það er eitthvað stóra lausnir það er bara eitthvað svona smottir í svona justeringar sem bara er ekki nóg og þessi hugmyndin heldur bara áfram og siglir alltaf lengra og lengra og við svona, hvað er þú að gera og við gerum alltaf neitt, við höldum bara áfram. Þú sagðir áðan að við verum að gefa út meira af þessum lyfjum til barnan okkar heldur en aðra þjóðir. Hver er munurinn?
Getur þú sagt þér hvað eru mörg börn á Íslandi sem eru á geðlyfjum? Já, það er þannig að í dag eru í heildina á 0 til 18 ára börnum eru 8,3% á ADHD-lyfjum. Þú veist, það er bara allur hópur. Hvernig er það í Skandinavíu? Við erum næsta land á eftir okkur sem ég man ekki hvort það var, ég held að það hef verið Finnland. Við erum 100% hærri. Það er alltaf tvöfalt. Og það er sama með brottfalli, við erum tvöfalt hærra brottfall hér. Já, þú varst að tala um að það verður eftir að vera aðra lausnir heldur en bara að gefa lyf. Og þá hlýtur það eiginlega spurningi að vera, hvað er það ástæðan fyrir það að minna gefið út í hinum löndunum, er að þau eru með aðra valkosti í meðferð? Þau hafa sumhver. Þú veist, Skandinavíu hefur nú verið þekkt fyrir, bæði Danmörk og Svíþjóð og Noregur sérstaklega, og reyndar Finnland að koma vel út eins og við þekkjum skólakerfiðar, hafa boðið upp á meiri félagslega lausnir heldur en Ísland gerði. Að við vorum, þú veist, tannlækningar barna eru bara rétt að komast inn í niðurgreiðslu núna. Þú veist, þegar ég bjó í Danmörku fyrir 25 árum, þá var þetta allt niðurgreitt og þá var niðurgreitt að fara til sálfræðinga fyrir mig, skilur. Þú veist, það var bara komið miklu meiri þessi nálgun og auðvitað líka stærra samfélag og fjölbreyttara. Það er minna greint af börnum, til dæmis ef við tökum Svíþjóð, bara miklu minna af greiningum. Og þá er ég ekki að segja... Hvað er það? Ég held að við erum svo smá, við erum svo agnarsmá, þetta verður svo fljótt, þú veist, það verður svo fljótt sem að við tökum bara yfir, þú segir eitthvað, þú þekkir það bara í markaðsstarfi hér og þú er nú gert ýmislegt og maður hefur gert ýmislegt, það er svo auðvelt að ná eyrum allra og svo verður þetta þá verða bara allir og maður bara heyrir af sögur og einhver gerir þetta og svo kom líf og það hjálpaði og eitthvað, þá fer maður bara þá leið. Það er svona smæðin gera það verkum. Það er eitt sem að þú ert að tala um þetta, að það getur verið auðvelt að ná til margra á í réttu samfélagi. Það sem gerist líka að það komast allir skyndilega á sömu skoðun og maður upplifað svona að það er svona skrans í botnin. Já. Þannig að í litlu samfélagi að mótstaðan, hún hverfur og er ekki til, sem að yfirleitt er til í stærri samfélagum. Það er alltaf einhverjir hópar sem að segja alltaf eitthvað við málinu og halda þeirri andstöðu áfram. Á Íslandi hættir oft til þess að það bara straujast í burtu. Það er alveg rétt og þú veist, og þá ætla ég ekki, maður getur tekið bólusetningar þetta sem dæmi á þess að ég er ekki að mæla neinu og segja að við hefum ekki að taka bólusetningar eða eitthvað, en við fórum bara öll. Það voru örfáir. Það voru miklu minni við sláum met í öllu. Já, við sláum met. Í bólusetningum, farsímanótkun, bara you name it. Öllu. Og þetta er kannski hlutaði. En ég finnst ekki endilega við að hugsa þetta þannig, já, ok, þú veist að hvað er það að gera við og bara hvað getur við gert? Og það er búið að benda á svo margt sem að hægt er að gera, þú veist, og auðvitað ættum við að skoða skólakerfið bara gaggjert og skoða hvernig ætlum við og það er nú búið að tala um það mikið, alltaf spá í þetta verklega og þetta, en hvað er það sem að gerist þarna inn í skólastofunni og hvaða þekkingu, þú veist, þegar þú ert fann að tala um ef að, eins og er hér að 3,5% barna er á þunglyndislyfjum, skilurðu, er það bara eitthvað sem við ætlum að og 8,3% barna er á ADHD-lyfjum, þá hlýtur þú að þurfa að vera svolítið sérfræðingur í einhvers konar föllunum og sem kennari, og það er ekki, þú fyrir að skoða það sem er námskrá kennara, þá er það ekki, enda tel ég það er ómikið ég held að sé ómikið að vera að greina, og greiningamódelið er byggt á DSM-kerfinu sem er síðan með tengslinn inn í þetta að selja fleiri lyf. En markaðsvæðing þjáningarinnar eða vanlíðarinnar, það er verið bent á það að á þessum tímum sem við lifum, í þessum heimsluta sem við lifum, að þá verður til markaður, bæðið að selja lyf og alls konar lausnir við vanlíðan og fólk sem hefur hagað því að breiða út hugmyndunum vanlíðan sem er þá þessir katalókar bandarísku. Maður myndi ætla svona fyrirfram að grunnkerfin okkar, heilbrigðiskerfið og þú tekur líka dæma menntakerfinu, ætti að vera varin fyrir þessari svona markaðslegu
þessu drifskafti sem að keyrir áfram samfélagið. Að það ætti að vera vari fyrir því, að það ætti ekki að vera markaðslögmál eða gróðra sækni fyrirtækja sem ætti að stjórna því hvernig sko heilbrigðiskerfið okkar er uppbyggt eða menntakerfið. Nei, maður skildi alltaf það og líka hér. Við höfum nú verið oft bara svona nokkuð þannig, þetta er, nú ætlum ég ekki að segja Íslands er stéttlaust land, það er það ekki en það er kannski varðað meira en önnur lönd. Og þannig að þú veist, við vorum í skólum, við kannski svona flest okkar vorum með alls konar fólki í skólum og vorum kannski eitt af þessu. Ekki jafn drifið í tvennt þessu mörgunum. Nei, og þá hefði kannski, en varnirnar eru bara ekki meira en þetta og við erum bara hluti af þessu kerfi. Við drekkum bara kókið sem kom og við borðum kjúklingapittana sem koma. En þú ert að segja að læknarnir okkar þjónir umverulega amerískum lyfjaframleiðendum? Ég ætla nú kannski ekki að ætla þeim það, en hins vegar er mjög erfitt líka. Þeir eru inn í kerfi sem er umverulega byggt í kringum möguleika lyfjafyrirtækjanna á að auka hagnað sinn. Já, og við erum einhvern veginn öll þarna og það er vandina. Þú veist, þú situr hér, ég er hér læknir og ég kem með minn vanda, segjum að það sé ekki geðrans eðlis, hann er kannski bara bólga í hné. Og ég veit að ég ætla að fara að fá bólguðandi hjá þessum lækni. En þessi læknir er svona já, þú ætti kannski að byrja að hreyfa þig og passa upp á næringu og taka smá hvíld og lyfta og allt þetta og bara nei, ég fer þá bara til Gunnarsmára, hann er annar læknir og Gunnarsmári, hann bara skrifur upp á þetta. Það er líka þrýstingurinn, það er óbærilegu þrýstingur líka frá öðrum, lækna frá þrýsting frá þeim sem leita til þeirra og svo eru þeir líka með þrýsting frá lyfjafyrirtækjum eins og það er vitað og það eru þetta bara skrifað upp á. Þannig að þrýstingur frá lyfjafyrirtækjunum, hann kemur í gegnum sjúklingin, ekki síður en frá bara allt kerfið, bara við erum Grímur, en hvað gerum við því? Ætlar að breyta grunnkerfi samfélagsins? Við ræðum hlutina. Það er nú stundur rætt hérna við Rauðaborðið að fyrsta lausnin á öllum vanda er að fella kapitalismann. Já, ég held að kannski stóri vandi okkar er og ég alltaf gangast við því sjálfur, ég fer alveg hérna bara mín skoðun og þá er það ekki einhver skoðun einhverja félagasamtaka sem ég stend að við bara mistum algjörlega fótana upp úr 1980. Þú veist, þegar maður skoða þessa, þú veist ekki það að kapitalistar hafa alltaf verið til, en ef við skoðum þessa onasiskapitalista og þessa gæja svona eitthvað, þú veist, og berum það síðan sama við þetta brjálæði sem að við búum við núna, þar sem að auðurinn er orðin slíkur að það er ekki einu svona hægt að það getur enginn talið, en þetta er bara eins og að telja vassdropa í rigningu, sko. Þetta er algjör vitleysa og þetta er orðið stjórnlaust og hefur gert það verkum að við kannski bara öll erum einhvern veginn teljum að þetta sé eðlilegt að einhverju leyti. En það er auðvitað ekki eðlilegt þegar þetta fara að stýra því hvernig við höfum það og hvaða leiðir við leitum og tekum frá okkur ákveðna hluti og svona ákveðin markaðsvæðing þessara, þú veist, óheilbrigðisins. Og börnunum okkar er farið að líða verr. Já, og það er ekki gott og það er ákveðna skýringar á því líka að þú tala við mennina í Kísildalum akkur og þeir láta ekki börnin sín hafa snjalltækin, sko, ekki fyrir þau eru búin að ákveðnum aldri. Við erum bara, það er mikið ópíum í boði, sko. Geðhjálp er samtök sjúklinga, fólks með geðraskanir, eitthvað vildi kalla það geðrænar áskoranir, sleppum þeim vangaveltum. Er það stefna geðhjálpar að fá fjölbreytilegri meðferðir og lausnir við geðræna vanda? Já, algjörlega. Það er bara mjög, að því að sko, það hefur líka sýnt sig að það gengur hægt og mannréttindi og fleira sem að fylgir því kerfi sem mannréttindabrot sem fylgir því kerfi sem nú er við líði, það hefur sýnt sig að það allavega því fylgir þessu kerfi. Þannig að við viljum fjölbreyttari nálgun. Við viljum fara meira kannski í grunninn, reyna að svona orsaka meðari nálgun, ekki það að við séum að leita geninu en eitt slíkt, heldur bara fyrirbyggjandi aðgerðir frekar að vera í endalausum eltingaleik við þessar afleiðingar og þessi einkenni. Því einkennamiður nálgun, hún
hún slekkur ekki eldin, sko. Þá ertu líklega að tala um að auka velsæld barna, auka öryggi barna, Já. draga úr kvíða Já. valdandi þáttum. Nákvæmlega, það er unni bara, það þarf að breyta mjög miklu. Og Skólakerfi getur tekið við fjölbreytilegri fólki. skólakerfið. Allir upplifir sér þar Já. heima. Og við, þetta bara sem fólk, það er betra við færum í svona þessa svoköldu kollektífi hugsun. Við myndum ná sem flest að fara þangað. Og þetta byggir þetta á mörgu, þú veist, að því að fátækt til dæmis er stór orsakavaldur gerðna áskorana. Það er mikið álag að búa við fátækt. Það er það og þá kemur deyfingin, fíknin, það er svo margt sem kemur sem að fessi það niður kynslóðurnar. Og afkomu kvíðin sem að grefur undan Öllu. grefur undan þessum persónu. Það er bara svoleiðis. Og þetta er hlutur sem að og það verður þessi jaðarsetning líka. Það eru kannski í rauninni stéttskiptingin á Íslandi. Það er fólk sem að sérstaklega sko fer að vera svona skrítið að mati einhverja annara og er fátækt og það er meiri jaðarsetning og þannig að það er öðruvís á litin líka. Þetta er nú, boðskapurinn er líklega sá að gott samfélag verður ekki endilega byggt upp á sko einstaklingum sem allir eru besta útgáfuna sjálfum sér, heldur verður fólk gott ef það býr í góðu samfélagi. Það held ég held að það sé nákvæmlega þannig sko. Já, og við eigum að setja athyglinna á samfélag okkar. Já. Grímur, gott að fá þig með þennan góða boðskap. Takk fyrir það. Þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Hér á eftir verða sósíalískir feministar. Á morgun verður síðan vikuskammtur og svo verður helgispjall og svo sjáum við til hvernig það næsta vika verður. Það er nú komið hásumar og einhver hér á samstöðunni þarf kannski að fara í sumarfrí. Sjáum til, en takk fyrir í kvöld.